Nú vinna stjórnarflokkarnir hörðum höndum að því að setja saman fyrirvara við Icesave-samninginn en stjórnarandstæðingar hafa efasemdir þessa fyrirvara og svo eru skiptar skoðanir hvaða fyrirvara á að setja við samninginn. Og þetta nokkuð flókið staða sem við ætlum að ræða við þá Bjarna Benediktsson og Árna Þór Sigurðsson alþingismenn og við spyrjum þá einnig hvort eigi að endurskoða lög bankaleynd en Bjarni hefur gagnrýnt þá ráðamenn sem hafa fagnað leka á lánabókum úr Kaupþingi. Þeir Bjarni og Árni Þór eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Takk fyrir það. Skulum byrja á þessum fyrirlestri sem við fengum þarna það hvernig þessar Icesave skuldbindingar skella allar á okkur. Með einum eða öðrum hætti gera það og við sáum þarna mismunum á þeirri leið sem að Ragnar Hall og Eiríkur Tómasson og fleiri hafa talað fyrir og svo þeirri sem að felst í samningnum. Hvað rangt við það að fara þá leið sem að Ragnar Hall og Eiríkur Tómasson að tala fyrir? Já, nú kannski rétt að benda á það fyrst að þetta ekki þannig að við getum bara valið aðra hvora leiðina. Það lagalegur ágreiningur á milli lögfræðinga það hvaða leið gildir í raun og veru að íslenskum rétti. Ragnar Hall og fleiri hafa verið með ákveðna túlkanir á því og greint frá því hvernig þeir hafa skipt búum. Aðrir lögfræðingar hafa líka blandað sér þessa umræðu með blaðagreinum og haldið því nú gagnstæða fram. Haldið því fram að það eigi að skipta búinu með þeim hætti sem að samningurinn gerir ráð fyrir. En þetta lagalegur ágreiningur. Lögfræðingarnir, bæði Ragnar, Hörður Felix sem hér var nefndur, Eiríkur Tómasson, Ástráður Haraldsson, Steinunn Guðbjartsdóttir, fleiri hafa komið fyrir nefndir þingsins og það bersýnilegt að þeim ber ekki alveg saman það hvernig ná að skipta búinu. Þannig að þetta hlutur sem að mun í raun og veru ekki skýrast fyrr en að gamli Landsbankinn verður tekinn til þessara skipta og hugsanlega ef að það lendir síðan fyrir dómstólum að þá kæmi til dómstóla að úrskurða það hvaða ferð á að viðhafa. Þú vilt væntanlega sjá það að leið Ragnars Hall og þeirra verði ofan og mér skilst það geti skakka alltaf 200 milljónir króna á því eftir því hvor leiðin þið farin. Já, ég held að það sé augljóst. Allir þeir sem að vilja gefast út fyrir að verja íslenska hagsmuni, þeir myndu vilja það. Ég held að sé rétt sem að Árni Þór segir að það dálítið umhugsunarvert hvort að við stöndum frammi fyrir frjálsu val það hvaða aðferð notuð. En ef við gefum okkur að það sé þannig, ef við höfum ekki slíkt val, hversin í ósköpunum það sú leið valin í samningnum sem að kemur sér alveg sérstaklega illa fyrir okkur ef aðra leiðir eru færar. Ég þeirra skoðunar að hefur þá verið betra að skilja þetta atriði eftir opið og ég reyndar alveg sannfærður það að Bretar hafa gert sér grein fyrir þeirri lagalegu óvissu sem þarna og eftir atvikum Hollendingar líka og þess vegna saumað inn í samningin ákvæði sem að eyddi þessum vafa, girti fyrir það að við getum mögulega notið góðs af þeirri lagalegu óvissu sem að þarna var uppi og tryggðu sér þannig betri stöðu í samningnum heldur en ella hefði verið. Fyrir mér óskiljanlegt að menn skuli taka atriði sem að lagaleg óviss og komast að niðurstöðu sem óhagstæðari fyrir okkur heldur en aðrar leiðir. Var reynt, að því að Ragnar Hall hefur stilt þessu þannig upp að Íslenska samninganefndin hafi hreinlega samið af sér, var reynt að fara hina leiðina? Nú var ég ekki í þessum samningu þannig að ég get ekkert svara fyrir það hvað nákvæmlega var rætt við samningaborðið á milli samninganefndana sem að þarna voru að takast á. Ég vil þá segja það að Ragnar Hall hefur viðurkennt það að þetta sé lagalega óvissa, lagalegur ágreiningur og að lögmenn sem hafa til dæmis verið skiptastjórar að þeir hafi staðið að skiptum þrotabúum með mismunandi hætti. Þannig og ég tel að það hafi ekki verið það viðhorf uppi að þetta væri neitt sérstaklega lagalegur ágreiningur og við höfum upplýsingar það í gögnum málsins í þinginu að Evrópureglur og Evrópuréttur sé mjög afdráttarlaus þetta atriði þannig að þar eigi allir kröfuhafar að vera jafnir og svo held ég að við verðum líka að horfa á það að Bretar og Hollendingar eins og kom reynda fram hér í viðtalinu áðan við Hjálmar að voru þetta semjum það að fá þessar tæplega 21.000 eurur á hvern reikning og ef það væri lagaleg óvissa það að þeir fengju það greitt af íslenska innstæðutryggingarsjóðnum að þá hefðu þeir væntanlega tryggt sem einhverjum öðrum hætti. En ég vil bara segja þetta atriði að þetta eitt af þeim atriðum sem að við höfum verið að skoða í fjárlaganefnd Alþingis, hvort að við þyrftum að setja einhver afdráttarlausa fyrirvara við eða forsendur eða skilmála eða hvernig sem við orðum það inn í afgreiðslu þingsins á ríkisábyrgðinni og þannig að ef að sú túlkun sem að væri okkur hagstæðari og Ragnar Hall hefur verið að tala fyrir, ef að hún yrði niðurstaða dómstóla, að hún gæti þá fengið að gilda.
Þannig að það væri ekki svona ádráttalaus að þessi leiðir fari sem kveður á Þetta eitt af þeim atriðum sem hefur bara komið upp í meðferð málsins í þinginu. Það mjög eðlilegt, þingið hefur verið með þetta mál núna allengi, það mjög eðlilegt að koma upp atriði sem að þingnefndin vill láta skoða ofan í kjölinn og hugsanlega gera þá einhverjar breytingar á frumvarpinu sem að taka á þessu álitamáli. Með þessu þá virðist þetta nú vera þannig eins og að menn séu að ná einhverju lendingum það hvernig hægt að afgreiða þennan samning þannig að menn verða að minnsta kosti sáttari heldur en hafa verið hingað. Hingað til? Já. Mér finnst öll umræða fyrirvara og einhverjar forsendur fyrir afgreiðslu þingsins einfaldlega að vera til vitnis það að þingið ekki sátt við samningin eins og hann liggur fyrir. Þingið sé ekki reiðubúið til þess að veita þá ríkisábyrgð sem að ríkisstjórnin fór fram á við þingið. Ekki án skilmála vegna þess að menn hafa rekið á ýmsa galla á samningnum. Þetta er auðvitað gríðarlega mikill áfellisdómur yfir samningnum sjálfum. Varðandi þessar uppgjörsreglur þá í grunninn verið að tryggja það að menn séu ekki með vissum hætti tvítryggðir. Það er að segja að þeir sem hafa fengið greiðslu út úr innstæðutryggingasjóðnum að þeir séu ekki á sama tíma þannig settir að þeir geti staðið jafnfæti sjónum við aðgang að eignum bankans og það er grundvallaratriði í því sambandi að þarna eina kröfu að ræða að stofni til. Eina kröfu sem á rætur sínar inn á einn innlánsreikning og það er ekki að skipta máli hvort að menn sæki fyrst bætur til innstæðutryggingasjóðsins eða hvort að fyrst verið látið á það reyna hversu mikið greiðist af eignum bankans upp í innstæðurnar með hvaða hætti uppgjörið á sér stað. Varðandi fyrirvarana, það er rétt sem að framkemur hjá Árna að það er mikið verið að ræða það á þinginu í dag og mér sýnist vera komin almenn samstaða það reyndar á þinginu. Ég heyri ekki annað en að það dettur engum þingmann í hug að afgreiða þennan samning án einhverja ríkra fyrirvara. Og fyrir mér er það auðvitað bara vísbending það að svo gagnrýni sem að færð hefur verið fram á þessa samninga, hún á rétt á sér og það er auðvitað á sinn hátt stórmerkilegt að lögfræðingar, við skulum segja út í bæ eins og Ragnar Hall, Hörður Felix Harðarson, Eiríkur Tómasson, annars vegar sem hafa verið að fjalla þetta atriði og síðan Lárus Blöndal og Stefán Már Stefánsson sem hafa verið að fjalla annað atriði sem líka er lagaleg óvissa þeir hafa fundið hjá sjálfum sér þörf til þess að færa fram þessa gagnrýni og bent á stór alvarleg atriði þessum samningi algjörlega eigin frumkvæði og eiga mikla þakkir skilið fyrir það að hafa brotið svona fram en þetta virðast hafa verið atriði sem að mönnum hafi yfirsést og menn hafi ekki kynnt sér en það kemur í ljós þegar spurt þessi mál að samninganefndin og þeir sem stóðu í þessum viðræðum höfðu ekki velt þessu fyrir sér, engin gögn til þetta. Kannski aðeins bara að fá að koma einu í framhaldi sem Bjarni segir að það sé orðin svona almenn samstæðum að það verði að afgreiða þetta mál með einhverjum skilmálum. Þá vil ég líka benda á það að í upphafi málsins að þá voru líka allmargir þingmenn sem sögðu að það ætti hreinlega að fella hana samning. Sú umræða hefur líka breyst, ekki bara í þinginu heldur líka út í samfélaginu, menn gera sér grein fyrir því að við verðum sem þjóð að fá einhverja niðurstöðu í þetta mál. Hvort að það nákvæmlega sá samningur sem var gerður eða það frumvarp sem ríkisstjórnin lagði fram, það er þingsins að taka ákvörðun það. Við búum hér í þingræðis og lýðræðisríki og þannig að það eru báðar hliðar má segja búin að gefa eftir. Ég tel það, já. En þá langar mig aðeins áður við förum að tala um bankaleyndina að fá að vita, ég meina hvers konar fyrirvara er hægt að gera, ég meina þú nefndir þetta með Ragnar Hall að ná því einhvern veginn þarna inn. Hvaða fleiri fyrirvara er það og hvenær eru við hreinlega að fara að hafna samningnum með öllum þessum fyrirvara? Ég ætla bara að segja það að það er búið að fara fram ágætt vinna í nefndum þingsins. Fjárlaganefnd hefur haldið utan þetta mál, hefur forræði á því, sendið tiltekna hluti til umfjöllunar í efnahags- og skattanefnd annars vegar og utanríkismálanefnd hins vegar og þar hafa komið fram álit frá meirihlutaflokkunum, frá stjórnarandstöðuflokkunum og það er margt í þeim álitum, bæði frá stjórn og stjórnarandstöðu sem er mjög gagnlegt að mínu viti inn í vinnu fjárlaganefndar og verður örugglega tekið þar inn. Við erum að tala bæði þessa lagalegu óvissu, við erum að tala hluti eins og efnahagslega skilmála eða forsendur og fleira slíkt. Og það er þetta eitthvað þak á það hvað við getum greitt á ári eða eitthvað slíkt? Til að mynda að setja þetta í eitthvað samhengi við greiðslu þol þjóðarbúsins og að þessu erum við að vinna bara þessa dagana. Við erum búin að vera á mikilli siglingu með þetta mál í þinginu og ég er allavega bjartsýnn á það að við séum í svona ákveðnu landstími núna þessa sólarhringana. Já, ertu sammála þessu mati? Það hafa verið fréttir það í dag að minnstu kosti stjórnarflokkarnir væru að ná saman einhvers konar fyrirvara sem að gætu þá ná þessu máli í gegnum þingið? Já, ég vil bara segja umræðan það sem var hér fyrir nokkur síðan að það bara fella þessa samninga. Hún snerist auðvitað það að þessi samningar gæti ekki verið grundvöllur ríkisábyrgðar. Hvorki óbreyttir
né með einhverjum lámas eða minniháttar fyrirvörum. Já, en nú erum við hvernig hins vegar að tala fyrirvarana. Ég held að þeir sem hafa talað þannig, þeir hafa aldrei haldið því fram að við Íslendingar ættum að hlaupast frá okkar skuldbindingum. Þvert á móti hafa menn sem hafa fært fram gagnrýni á þessa samninga haldið því fram að við Íslendingar við yrðum ávallt að standa við allar okkar skuldbindingar. Við höfum haldið til haga okkar lagalega rétti í þessu máli. Samningarnir eins og þeir birtast okkur síðan, þeir eru þannig að þeir eru engin pólitísk niðurstaða eins og stefnt var að. En segðu mig stutt, hvaða fyrirvara viltu sjá við þetta? Bara stutt. Já, það sem ég er ósáttur við skulum bara taka það fyrir. Í fyrsta lagi að við höfum með þessum samningum fyrirgert öllum rétt okkar til þess að láta reyna á okkar lagalegu stöðu. Það sem ég er mjög ósáttur við er einfaldlega það að þetta er engin pólitísk lausn eins og að var stefnt. Þetta er bara lausn sem byggir á því að við föllumst á allar kröfur viðsemjenda okkar. Það er mín skoðun. Ég held að þessi atriði sem við vorum að nefna hér áðan skiptir líka miklu máli. Það er að segja að það verði ekki gert upp úr þrotabúi Landsbankans með þeim hætti að til stórkostleg skaða fyrir okkur hefði borið saman við það reglur sem gilda bara á grundvelli íslenskra laga. Ég held að það sé líka til mikils tjóns að það skuli vera jafn mikil áhætta inn í samningunum eins og raun ber vitni. Endurskoðunar ákvæði samningsins er að mínu mati algjörlega tilgangslaust vegna þess að það er allt opið og léttvægt. Ef þú nær þessu öll inn í fyrirvara þá ertu að tala allt annað samning. Þá bara að hafna þessu samningi. Því miður er það þannig. Þingið getur að sjálfsögðu sett sína fyrirvara við afgreiðslu ríkisábyrgðarinnar. En ef við setjum okkur í spor viðsemjendana, myndu þeir ekki hugsa ef allir þessi fyrirvara sem Bjarni er að tala yrðu ofan og myndu þeir ekki segja það bara að vera að fella samning. Það verður þá bara að koma í ljós að mínu viti. Ég held að þingið verður að hafa sitt sjálfstæði til þess að fjalla þetta mál og setja þá við afgreiðslu málsins. Það er forsendur að það skilmála sem að þingið telur að sé ásættanlegt eða nauðsynlegt og það heyrist mér nú vera nokkuð góð samstaða og þessi atriði sem að Bjarni nefndir allt atriði sem við erum að skoða. Þannig að ég vonast auðvitað til þess að allir ábyrgir stjórnmálaflokkar að þeir taki þá þátt í því að afgreiða málið þannig að sómi sé að fyrir land og þjóð. Já, við skulum sjá til, mér langar líka aðeins að tala bankaleyndina, Bjarni. Það hafa margir fagnað því að það lágu tölur og gögn upp úr lánabókum Kaupþings og þú hefur svolítið verið að gagnrýna þá ráðamenn sem að hafa fagnaði. Finnst þér eins og almenningur eigi ekki rétt á því að vita hvað gerðist í bönkunum vikurnar fyrir fall? Jú, svo sannarlega. Og ég ætla að byrja á því að segja að margt af því sem hefur framkomið í umræðu þessa lánabækur er mjög sláandi. Mér finnst að þær upplýsingar sem þarna koma fram svona gefa til kynna að menn hafi algjörlega farið fram úr sér í lánveitingum til einstakra aðila. Þá til eigenda? Já, sérstaklega og ég er margoft búinn að tala það bæði fyrir og eftir kosningar að eitt af því sem við að læra af bankahruninu á Íslandi er það að reglur lán til eigenda bankana voru allt of rúmar. En það breytir því ekki að þegar við ætlum að fara yfir þetta allt saman þá þurfum við að hafa einhver lög og einhver reglur og það sem að þingið hefur gert er að það hefur komið á fót rannsóknarnefnd sem hefur rýmri heimildir heldur en að áður hafa þekkst til þess að afla sig gagna. Við höfum líka sett á fót sérstakan saksóknara og sérstök saksóknara embætti fyrir hvern banka í reynd fyrir sig. Þar til viðbótar hefur fjármálaeftirlitið sínar heimildir og allir þessir aðilar, þeir hafa aðgang að þessari lánabók. Þeir hafa allar heimildir og þeir hafa meira að segja það sérstakar hlutverk samkvæmt lögum að fara inn, skoða allt það sem gerist í aðdraganda hrunsins, fara ofan í lánabækurnar og athuga hvort að eitthvað hefur farið úrskeiðis eða eitthvað er athugavert sem er að gerast þar. Þeir eru samt ekki almenningur beint sem á að borga brúsann. Nei, almenningur sem borgar brúsann, hann hlýtur að geta sagt sem svo. Ég vil fá að vita hvað gerist. Við höfum falið þessum aðilum að framkvæma þessa rannsókn og það er þannig sem að hlutinir einfaldlega verða að ganga fram. Síðan gilda samkvæmt lögum ákveðna reglur meðhöndlun upplýsinga af þessum toga og það er alveg skýrt að það hefur verið framið lögbrot með því að lánabók Kaupþings hefur lekið út. Reyndar segja blaðamenn í Bretlandi að þetta sé einstakur viðburður í evrópskri bankasögu að heil lánabók banka skuli hafa verið lekið út á interneti. Það hefur bara ekki gerst í evrópskri bankasögu áður. Og þegar að slíkir hluti gerast þá finnst mér mikilvægt að þeir sem að bera ábyrgð á því að hér sé haldið upp í lögum og reglu í landinu að þeir komi ekki í kjölfarið og lýsi yfir sérstakri ánægju með að þetta skuli hafa gerst, hvetji til þess að menn haldi áfram að leka trúnaðarupplýsingum vegna þess að þeirra hlutverk er að tryggja til staðar séu allar heimildir fyrir þá sem að þurfa á slíkum heimildum að halda til þess að rannsaka það sem að hér fór úrskeiðis. En ekkert af því sem ég er hér að segja dregur úr því að ég er mjög slegin yfir þeim upplýsingum sem þarna var að finna. Við þurfum bara að gæta þess að halda upp í lögum og reglum við þessa rannsókn
og við skoðum á þessum málum heild sinni. Hvað segir þú um þetta, Árni, vegna þess að margir í þínum flokki hafa nú einmitt kannski vilja ganga hvað lengst í, já, sumir hafa bara sagt á afnema bankaleynd á þess að það sé þrengt neitt sérstaklega? Já, hér eru þetta ekki neitt venjulegt mál að ræða í íslensku samfélagi og ég tel að það sé mjög þýðingarmikið fyrir okkur að gera hér greinamun á bönkunum sem að hrundu, gömlu bönkunum annars vegar og svo nýju bönkunum sem að koma á þeirra grunni. Gamla bankakerfið, það hér allt í sérstakri rannsókn. Það hluti af þessu hruni sem að þjóðin ennþá að glíma við og ósátt við. Við vorum að ræða hér áðan IceSafe sem einn ángi þessa máls. En ég held að ekki minna mikilvægt það sé að við vinnum úr þessu bankahruni, rannsókn málsins að ná yfir þá sem að báru sannarlega ábyrgð á því hvernig fór, að ná tilbaka fjármunum sem að hurfu einhvern veginn frá þjóðinni inn í þetta dæmi okkar aftur. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og til þess að þjóðin verði einfaldlega sátt við það hvernig komið Þess vegna held ég og tek undir með flokksfélögum mínum, það hafa verið bæði ráðherrar í ríkisstjórninni, líka viðskiptaráðherra, formaður viðskiptanefndar Alþingis sem hafa verið að tjá sig um þetta mál, að ég held að bankaleyndin, hún má ekki verða að einhverju skjóli fyrir nauðsynlegar upplýsingar fyrir þjóðina til þess að takast á þetta mál. Þannig það búið að vera í praxis? Já, ég ætla bara að minna á það að þegar sérstakki saksóknarinn tók til starfa, að þá fékk hann ekki í upphafi þessa árs gögn frá bæði bönkunum eða ýmsum eftirlitsstofnunum sem að hann vildi fá fyrir rannsókn málsins. Það þurfti að fara hér í sérstakar lagabreytingar sem voru gerðar í mars og sem engin ágreiningur var og allir töluðu mikilvægi þess að þær upplýsingar yrðu reiddar fram. Þannig að ég held að það sé mikilvægt og ég veit að það vinna farin í gang á vegum viðskiptaráðuneytisins núna endurskoðun einmitt á þessum bankaleyndina. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum yfir það. Hún á auðvitað ekki að vera til þess að halda frá upplýsingum sem eru nauðsynlega fyrir hérna lýðræðislegu umræðu í samfélaginu. Og það alls ekki það sem ég á við með þessu. Það ekki deilt um það að hér þarf að vera bankaleynd í þeim mæli sem að þekkist í nágrannalöndum okkar. Einhvers konar skipulag fyrir fjármálamarkaði. Þeir sem að halda því fram að það sé hægt að endurheimta traust á íslenska fjármálakerfinu með því að afnema bankaleynd og fara inn í framtíðina með einhverja slíka reglur, þeir eru á fullkomnum villiköttum. Er það sem að þið viljið, afnema bankaleynd inn í framtíðina? Nei, ég sagði það, við erum að gera hér vissan greinamun, bæði á starfsemi gömlu og nýju bankana, við erum líka að gera greinamun á því sem bara eðlileg og sanngjörn persónuvernd og eðlilegra viðskiptahagsmuna annars vegar sem að hver og einn á að sjálfsögðu rétt á og svo hins vegar það að það sé verið að halda undan upplýsingum sem að hafa mikla þýðingu fyrir bara uppgjör þessa máls og alla umræðu. Algjörlega sammála því. Engu slíku verður haldið til hliðar. Þeir sem eru að rannsaka þessi mál, þeir fá allar heimildir sem þeir óska eftir til þess að komast til botns í því sem við þurfum að skoða. Skulum sjá hvernig þetta fer. Takk fyrir að koma. Takk.